Komið sælir kæra hlustendur, það Gunnar Ásgeirsson með ykkur hér, þetta hlaðvarpið Litli Mallakúturinn. Í þættinum í dag ætla ég að ræða hann Konráð Loga Fossdal. Hann Akureyringur með meiru, fór mín í hjáutu gennum klínikina árið 2022. Þá hafði konan hans farið áður í svona aðgerð og hann hafði þá kannski svona aðeins vissi úti hvað hann var að fara og svoleiðis, hann segir okkur allt saman það hér á eftir. Hann hélt framan á hann væri matarfíkill en kom svo að því að hans eiginsögn að svo ekki. Við erum aðeins að því hérna eftir hvernig maður kemst að því að maður sé ekki matarfíkill. En þessi þáttur hann dregur aðeins til tíðenda vegna þess að þetta fyrsta viðtalið í þessari seríu minni sem ég tek við viðmælanda í eigin persónu. En allir þættir hérna framan af hafa allir verið í gegnum netið, viðmælandi í gegnum netið og ég spjalla hérna hinum einu og línunni. En það er gaman að prófa þetta líka, að hitta fólk svona í eigin persónu. En ég minni svo enn og aftur á netfangið mitt gunsi@gunsi.is eða Instagram mitt gunsi.is eða þú vilt koma til mín einhverjum upplýsingum eða þá að sjálfsögðu segja þína sögu hér í þættinum. En þá á máli málana, hér er viðtalið við Konráð Loga Fossdal. Konráð Logi Fossdal, kæra þakkir fyrir að vilja segja þína sögu hérna í þessu hlaðvarpi. Fyrsta skipti og fyrsti viðmælandinn sem ég er að spjalla við svona í eigin persónu. Já, það er bara mikil heiður bara. Já, maður vanar því að vera bara með tölvuskjáfi fyrir framan sig og sjá ekki viðmælandann heldur bara heyra hann ekki ennum tölvu, en þetta er bara gaman af þessu. Hérna, hver er maður? Já, ég heiti Konráð Logi Fossdal og er að verða 45 ára núna í júlí. Og ég er eiginmaður, faðir, félagsliði, vinn á heimili fyrir fatlaða og já, Akureyringur. Akureyringur. Já. Nú er ég náttúrulega fluttur hingað tiltölulega nýlega. Ég fluttur Garðabænum 2019 hérna, og bý hérna líka núna. Og hérna, var gott að alast inn upp. Yndislegt. Já. Yndislegt alveg. Ég bara átti yndislega æsku og allt það sko. Var hérna bjó í næsta hverfi við og var í skóla þar svo. Já, bara allt frábært í raunni sko. Já. Átti fullt af vinum á ennþá. Já. Þannig að. Hérna, hvenær manstu eftir því að ofþyngdar eru eitthvað svona vandamæli á þér? Ég náttúrulega alltaf var alltaf svona, já, stóri strákurinn, sko. Kannski ekkert feitur, en að svona fór að byrja upp úr svona, já, svona unglingastiginu. Unglingastiginu í grunnskóla, myndi ég segja. Oft er talað sko, að þegar fólk lítur tilbaka á þessu hugsar sem að já, það var örugglega út af þessu eða hinu. Var eitthvað, myndir segja, var eitthvað sérstakt sem að... Nei, ekkert svoleiðis, sko. Nei. Ég lenti ekki inn í áfalli eða neitt svona. Nei. Ekki allan að ekki með mann, sko. Nei. Sest, ég hef komin á þannig aldur, sko. Já. Sko, ég ræði alltaf viðmælendur líka með, sko, fordóma, fitufordóma. Já. Endur þú í ykkur og svoleiðis? Nei, ég get ekki sagt að ég var fyrir fitufordóma nema í bara heilbrigðiskerfinu. Já. Það er eiginlega eina. Ég var ekki svona út á við, það var enginn að benda á mig og svona lítið börn og eitthvað skilur en hérna, það er nú ekki fordómar sko. Nei. En ég var alveg fyrir fordómum í heilbrigðiskerfinu sko. Já. Hvernig þá? Ég er með hérna psoriasis dæmis og fór hérna til húðsjúkdómalæknis. Ég man eftir þessu atviki sérstaklega sko. Já. Og hérna kom hérna sérfræðingur á Sunnanesi sem við köllum læknir hérna og ég fór til hans að því að það er ekki búið að vera húsdómalæknir hér á Akureyri sko í fjöldamörg ár þá sko. Já. Hann kom í núna stöð sko. Og hérna ég fór inn og pantaði tíma og sagði já, hvað er þetta að gera og hann sagði bara talaði við mig þú ert nú létt 20 kíló. Og já, vildi hann ekki einu sinni vita að það er ekki neitt gert fyrir hann búin að hérna taka þér 20 kíló, ég stóð bara upp, þakkaði fyrir þá sjáumst við aldrei aftur. Já, þannig að hann vissi þetta væri húðsjúkdómur og hann vissi að það væri virti. Já, það var ekkert, ég ætlaði bara, eitthvað krem eða eitthvað sem ég get sett á þetta? Já.
nákvæmlega. Eitthvað meira, eitthvað annað heldur ég hef búin að vera með, sko. Já, það eitthvað, maður ekkert endilega, maður vonar ekkert að heilbrigðiskerfið sé alltaf að verða betra og betra. Já. Eflaust, kannski. Þetta er svolítið síðan, sko, en það er allt annað, já, það er þannig, en ég sé alveg mun, maður finnur mun á viðbrögðum fólk, sko. Já. En já, svo líður og býður og þú endar á því að, ég vil ekki segja endar eins og það sé ykkur endastöð, en þú ferð í aðgerð. Ég fyrir aðgerð. Já. Og hvaða ár er þetta? Það er 2022. 2022, þetta er svona nýlega... Já, það er bara núna rúm 2 ár síðan, sko. Já. Varstu búin að fylgjast lengi með, varstu búin að svona pæla lengi í aðgerð og fylgjast svona með hvernig það Nei, ég var ekki mikið búin að pæla í þessu þannig séð. Jú, ég fór í prógram á Kristnesi 2010 sem að er svipaður á Reykjalundi, nefnum bara hérna fyrir norðan. Og fór í gegnum það og bara yndislegt og allt það og maður læriði náttúrulega allt þar. Já. Það sem maður þarf að læra. En svo ætlaði ég, það var samt ekki, ég ætlaði aldrei að fara í aðgerðina þannig séð samt. Nei. Það var aldrei meiningin, sko. Ég ætlaði bara að ná þess að mér sjálfur, sko. Þess að maður hugsaði alltaf, já, ég næði þessu bara að mér. Já. En svo bara gekk það ekkert, það breytist, þannig, jú, ég var fínn eftir hérna tíma og allt það, en og hélt alveg að mér, þá var ég stærstur, 2010, þá var ég þyngstur og svoleiðis. Já. Sko, þetta er 2010. 2010 sem ég fer inn. Og svo mörgum árum seinna, 2022, þá ferðu í aðgerðina. Já, fyrir aðgerðina. Og hvaða ferli fer þig á göng, eða svona, hvert hefur samband eftir allan þann tíma? Já, sko, ég bara hef samband í klínikina, ég fór í gegnum það, sko. Já. En það var eiginlega, sko, ég segi nú ekki að ég var komin á endastöðin, ég var komið með alla þessa fylgifiska offitu. Já. Og það bara, þetta var ekki takt lengur, ég gat ekki, allt og háan blóðþrýsting og sykursýki 2 og kæfisvefn og allt þetta, allt og háan blóðfitu og allt bara, allt saman. Já. Og svo náttúrulega, ég og kona mér eignuðist börn seint, sko, eignuðist börn núna fyrsta barn 2016 og seinna 2018. Já. Og ég fann það bara, ég gat ekki hlaupa á vettið. Nei. Ég fann það bara, ég gat ekki verið að leika við úti, sko, ég var bara en ónýtur, sko. Þannig að ég fór að hugsa, ok, sko, ef þú ætlar ekki að drepa þig bara fyrir 50, þá verður að gera eitthvað. Þannig að ég ákvað bara að fara, svo líka kona mér enda búin að fara á því, hún er búin að fara aðgerð líka. Hún fór 2019 og þá líka sá ég líka bara, ok, þetta er ekki bara, að því að maður horfir alltaf á svo neikvæð líða bara, þetta er svo hræðilegt og bara, getur hætt að borða, getur ekki borða neitt og bla bla, alltaf líða illa og eitthvað. Svo bara er það ekki þannig, hjá okkur allan, sko. Við vonum þá allan einaðum heppnu, sko. Já, algjörlega, og væntanlega stuðningur því að konan sé búin að fara og... Já, algjörlega, sko. Og fór hún ekki sama prógram á þú? Nei, hún fór ekki, hún fór gegnum, hún fór í aðgerð í Riga, Lettlandi. Og ég fór alveg með henni gegnum það ferli, ég fór með henni út og allt það, þetta bara, það var yndislegt, sko. Já. Það var alveg frábært líka. Já, þannig að þú getur svona lært eitthvað af henni og var... Já. Var hún eitthvað búin að vera hvetja eða gerð þú þetta líka eða... Nei, ekki þannig, sko. Nei. Hvetja, hún var ekki að þrýsta á mig. Nei. Það var ekkert svoleiðis. Og hvað þú hefur samband við klínikina. Já. Og það er ýmsar gerðir til að þessari aðgerð. Það er hjáveitan og erminn og magabandið síðan að vona að enginn sé að fara lengur í. Nei, ég held að það sé ekki gert lengur. Vona ekki allavega. Og hvað fórst þú í? Við fórum, eftir að hafa rætt við Aðalstein sem er þá komist, mælti hann með mínihjáveitu. Já. Og það er eiginlega, það var sko út af bæði sko minni líkur á bakflæði, sem ég átti nú smá vandræði með en ekkert svakalegt, sko. Og svo náttúrulega bara sykursýki. Já. Þess að bara til að losna við það alveg bara sem fyrst.
þá melta með þessu, frekar heldur en erminni, sko. Já, nákvæmlega. Og já. Og bara sé ekkert eftir neinu, sko. Nei, bara... nákvæmlega. Og sko, þegar þú ert síðan, þeir eru búin að ræða við lækninn og, og það er niðurstaðan mín í hjá þetta. Hvaða ferli fyrir þá í gang? Mætir þú bara til hans í aðgerð eða? Maður fær bara, þetta er náttúrulega bara, fæ sent, sko, þetta eru bara, maður hringir, sko, maður tala við hann, sko, því náttúrulega hérna fyrir norðan, þá náttúrulega var þetta bara gegnum tölvu, sko. Já. Spjall og svo senda mér einhver myndbönd yfir allt saman og svona ferli, þetta er náttúrulega, þetta er öðruvísi heldur en gegnum Landspítalann, sko. Já. En en tekur náttúrulega, mér finnst það samt alveg frábært ferli og allt það og ég gæti rætt við fullt af fólki hérna, það voru næringafræðingar og allt svoleiðis, sko. Og þá bara, panta með tíma, þetta er svona, já, bara hvenær viltu fara og svoleiðis, bara. Og bara að fara í gegnum klíningina, því ég náttúrulega fór ekki sjálfur í gegnum Reykjalund, þannig ég hef ekki reynslu af klíninginni. Þú varst náttúrulega vel undirbúin, búin að fara á Kristnes og svoleiðis, algjörlega, og það er bara einstæð sem algjörlega nýtist, en fannst þér samt, sko, fannst þér eins og þú að taka bara hvað sem eða voru þau svona eitthvað að pæla í hvort fólk verið tilbúið? Ég veit það nú ekki, sko, en ég veit það allavega, það var margir að í gegn, sko. Já. Og þegar ég fór þarna, það var náttúrulega COVID, þannig að það voru teknir færri inn. Og það var samt alveg, við vorum 2 í herbyggi og allt það, sko, og sjúkrahótelinu, sko, eftir. Já. Sko, sjúkrahótelinu á klínikinu, svo fór ég á sjúkrahótelinu á Landspítalanum bara sjálfur, sko. Já, nákvæmlega. Var þar í nokkra daga. Já. Segir 2, það var fleiri karlmenn sem voru að fara? Já, það var karlmaður sem var hann. Er þetta stór hópur sem að fara, eða? Sko, maður eiginlega áttar sig ekki á því, sko, því þetta er bara, þú bara mætir á þínum tíma og svo bara næst inn og já, þetta er bara þannig, já, þetta er ekkert svona hópur að Nei, þetta er ekkert eitthvað sófi og fólk að spjalla á neitt. Nei, ekkert svoleiðis. Nei, nákvæmlega. Og sko mannst eftir, svona alltaf forvitni til að spyrja á þessu, svona mannst eftir aðgerðardeginum, bara svona, þú veist. Já, ég man að ég vaknaði, það var ríkalegt að vakna, sko. Það er bara ég finnst alltaf vont að vakna til aðgerð. En þetta er bara, ég hef ekkert út á þetta að setja, sko. Alls ekki, sko. Það var bara yndislegt allt saman og það er svolítið öðruvísi að vera svona enga. Já. Þú ert ekkert inn á spítala, sko. Þetta er svona, við varum bara inn á einhverju gömlu hótelherbyggi, sko, Hótel Ísland. Já. Og þegar búið að breyta í sjúkrastofu, sko. Og allt í lagi með það. Þetta er svona öðruvísi bara. Já. En yndislegt fólk og ekkert neitt út af það að setja, sko. Sko, hvernig voru svona fyrstu dagarnir og vikurnar eftir aðgerð? Já, það er bara eins og flestum, sko. Þetta er hvað var það, fyrst tímabili? Það var ekki maukt, það var Fljótandi fyrst, já. Alveg, það var hrikalegt. Það er alveg hrikalegt. En, já, en það hafði, sko. Þetta er bara, já, maður er svona, maður gleymir því eiginlega, sko. Þetta er svona erfiða, eða leiðilega. Já, nákvæmlega. Maður er svona bara, það er farið. Maugtímabilið fannst mér miklu betra, sko. Ég er alveg, mér elska súpur og get bara bjóð mér fyrir súpum og gæti mauka það alveg niður, sko. Já, algjörlega. En þetta fljótandi var svona... Líka, ég man bara sjálfur eftir því þegar maður einhvern veginn átt að koma inn niður einhverjum vökva. Það var nú bara meiri hátt mál þannig að strax eftir aðgerð og einhvern veginn þegar ég sjálfur var nýbúinn með þannig vökva sem átt að innbyrðast á þeir tímabili, það var komið að næsta. Jú. Það er ekkert of strax. Já, þú varst bara, þú ættir bara að taka alveg, það fór bara alltaf dagur í þetta. Já. Það er að koma sér niður. Þessna vildi ég ekki koma alveg heim strax. Þessna var ég fyrir sunnan á sjúkrahótelinu. Já. Líka því ég vissi ekkert maður vissi ekkert, sko, hvað yrði á eftir, hvort það kæmi eitthvað upp á það og fínt að vera þarna. Já. Þannig ertu búin að eignast þín börn. Já, búin að eignast börn. Var skilningur hjá börnunum að pabbi hafi verið aðgerð og... Ekki þá, sko. Nei. Ekki þá, þau eru lítið að spá í þessu, sko. Já. Þau mun ekkert eftir,
Jó, kannski sjá myndir af mér og segja bara, hvað? Kannski sjáðu muninn, sko, en annars hafa þau ekkert verið að spá í þessu, sko. Nei, það er bara, fólk hefur talað mig, sko, þegar það er búið svona að gera það sérstaklega yngstu börnin. Það vilja bara knúsið og vilja, hamagönguna þetta og þá svona, æ, pabbi má ekki lyfta þig núna og... Já. Ég man ekki þannig, sko. Jú, þetta var að segja frá það má ekki hnóðast neitt, sko. Nei, nákvæmlega. Hérna. Þannig að það er greinilega ekki verið það mikið vandamál fyrst það situr ekki í þér. Nei. Nákvæmlega. Og sko, þú bara var sáttur með þá þinn undirbúning. Ég rosalega ánægður náttúrulega með undirbúningi líka sem ég fekk á Kristnesi, sko. Það var náttúrulega miklu ítalara heldur en einhverja glæru sjó, sko, í tölvupósti, sko. Já. Það er náttúrulega alveg, og þetta gat ég alveg, þetta er bara öðruvísi. Ég gat fengið alveg fullt af fræðsluefni, sko. En það er allt öðruvísi að mæta á svona námskeið eða fyrir eins og hann á Kristnesi, sko. Þá ertu bara, það fer allir dagur í þetta, sko. Fræðslu og æfingar og allt þetta, sko. Heldur en að vera bara heima og horfa einhver myndband. Það er svolítið öðruvísi og kannski síast ekki alveg nóg inn. Nei, nákvæmlega. Og þetta er bara, þetta sé bara prógramurinn bara á Reykjalundi í einhverjar vikur. 5 vikur fyrst og kemur 7. vikan þarna seinna. Það er allavega hér, sko. Það var þannig. Eins og þetta er nú 12 ár síðan. Já, ég ætla ekki að gera ráð fyrir og minnur þetta alveg mjög miklum dítelum. En hvað segir, þú ferð 2022 í aðgerðina og ef þú segjum að hefðir bara ekki gert það og talaður þú varst úti að elta börnin þín og leika við þau og svona. Er eitthvað hægt að spá fyrir hvernig þú verður í dag ef þú ekki farið í aðgerð? Já, ég væri allavega, ef ég væri ekki dauður, þá væri ég fárveikur, sko. Þetta, ég var bara kominn á þann stað í lífinu með sjúkdóma. Ég er búinn að vera í, sko, stöðugu eftirliti núna, hjá sykursýkislækninum mínum. Búinn að vera í, sko, áratug, sko. Og það var líka hann svona sem ýtti mér þessu út bara að segja, nú verður að fara að gera eitthvað í, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að, sko, þó ég hafi ekkert verið, sko, ég var ekkert akfeitur, sko. Ég var 130 kíló, sem er náttúrulega mjög mikið, en það er fullt af fólki sem hefur verið þyngra og samt heilbrigðara. Já. Skilur, ég var bara, og hann bara segði, þú verður að losna þig við þessi kíló til þess að ná þessum sjúkdómi burt, sko. Það er alltaf að ná haldunum niður, það fer ekki, sko, en... Allavega svona hverfur, allavega leggst í mikinn dvala. Já, það fer alveg í dvala, alveg bara þannig, og núna bara allt tipp-topp, sko. Já. Þannig séð. Talaður líka að hafa verið komið með kæfisinn. Varstu búinn að vera lengi með kæfisinn með greindan? Mjög lengi, frá 2007. Já. Þá var ég með kæfisinn. Það var mjög hátt, sko. Þegar ég mældist það var ansi hátt. Já, því að með kæfisinn, ég var með það líka áður en ég fór í mína aðgerð og hann náttúrulega bara ég skal skila þessari vel fljótlega eftir aðgerðina þegar maður fór að létta svona ágætt svona að ræða aðeins þetta líka með kæfisefnin, sko, hvernig uppgötvast það? Væntanlega þú heyrir ekki sjálf á þig brjóta. Nei, og þetta er náttúrulega löngu áður en ég kynnist mínu konu, sko, þetta var 2007 og bjó ég í Kaupmannahöfn, útkvæði Kaupmannahöfn. Mamma kom í heimsókn, ég var í skóla og mamma kom í heimsókn jólin, ég var bara á svona kollegi og hún gisti þá hjá mér. Ég var bara á gólfinu á dínu og þetta var svona pínlítið herbyggi og þá bara sá hún bara, Konni, þetta er nú eitthvað, sko. Þetta er ekki eðlilegt, sko. Þannig hún fór heim og hún bara pantaði tíma. Hún bara, svo þú kemur heim jólin og er búin að panta fyrir þig. Já. Og ég fór upp í dyr og fekk svona mæli og allt það og svaf með þetta. Og svo bara þegar ég kom það var bara akút, sko. Ég sagði, við verðum að gera eitthvað þessu, þú verður að fá vél og allt þetta og það var enginn verið mældur svona hátt á landinu. Þá, sko. Nei. Og ég sagði, ég er nú að fara út núna, skólinn byrja. Ég sagði, nei, þú ert ekki að fara neitt, sko. Já. Það er bara, við verðum að komast í gegnum þetta, sko. Það er bara, ég vissi ekkert að þetta væri eitthvað svona ægilega hættulegt, sko, bara kæfisinn, maður hlýtur bara, þetta var bara
Sýndaði mér þetta allskins myndbönd og línur og þetta og ég bara, já, ok, þetta nú kannski aðeins meira. Já, ég veit að ég man það líka þegar ég breytist með minn kæfisefn, af því að það er eins og það þurfa alltaf einhver annað að koma að því. Já. Þú greinir, þú áttir aldrei á því sjálfur á sem í kæfisefn. Það var ekki einmitt fyrir en ég kynntist minni konu líka. Það segir hún við bara, sko Gunnar, þetta er ekki bara brotur, þetta er eitthvað skrítið. Þú veist, og þannig ég fór í svona rannsóknir líka og ég man þetta ennþá, ég man nú ekki mikið einhverjum svona dítelum. Ég man það að læknirinn hringdi einmitt líka, bara þetta er akút og hann sagði sko allt yfir 30 öndunarstopp á, bara ekki klukkutíma, 30 öndunarstopp á klukkutíma. Það er alvarlegur kæfisefn, ég var með 72. Ég var með 124. Ok, þú stóðst mitt með, já. Hann var ansi, sko 124 meðaltali, öndunarstopp á klukkutíma. Já. Á klukkutíma nótt, sko, það er sko, það er varla súrefni inn, sko. Já, nákvæmlega. Þegar líka það bara ágætt að koma því líka, við erum ekki rætt mikið kannski kæfisefnin í þessum þætti, en ágætt bara að koma því líka út í kosmósið. Algjörlega. Þetta er ekki bara, kæfisefnin er ekki bara það að fólk krýtir og er þreytt allan daginn. Þetta er dauðans alvara. Ég veit fólk sem ég veit manneski sem var með kæfisefn og búin að humma það af sér mjög lengi, konan alltaf bara, heyrðu, verður að fara að gera eitthvað í þessu, þetta er alvarlegt og svona. Og þessi maður, hann vaknar og er að drekka kaffi bara morguninn, líður eitthvað skyngilega, fær síðan bara hjartaáfall við morgunverðarborðið með kaffibollan og deyr. Þú veist, hann lætur bara lífið þarna og við komum bara ljós, já, það er búið að vera og hjartað er bara búið að vera of mikið í súrefnisskorti í lengri tíma og þó að hann hafi verið vaknaður og byrjað að randa eðlilega, þetta hefur verið eitthvað sérstaklega slæm nótt eða eitthvað, að þetta er dauðans alvara. Algjörlega, þetta er dauðans alvara, það er bara, en það var mér ekkert hleypt út, sko, fyrir að hafa búið að, eða sko út aftur heim, best heim þá. Þetta var einmitt saman með mig, það var bara, heyrðu, þú ert að fá flýtimeðferð, þú ert að fá vel strax. Já, það var bara svoleiðis. Þannig við vantarlega bara hvetjum fólk sem bara hlusta að humma það ekki fram með sér að reyna að fara og láta athuga mig kæfisefn. Þetta er nefnilega svona, getur svona silent killer eins og slettir. Já, algjörlega. Þetta er... En svona nú það verða komin 2 ár síðan að þú ferð í... Já, 9/2, ég fór í febrúar, já. Febrúar 2020. Já, sko... Það er oft þegar maður lítið tilbaka, þó maður allt hafi gengið vel og svona. Ef þú væri nú með allar reynsluna á bakinu sem þú er búin að bara læra á þessu ferli núna, er eitthvað sem þið vilja breyta eða gera öðruvísi samt? Ég er bara að taka fyrir þetta, sko. Það er bara það? Já, í rauninni, sko. Jú, maður lærir alveg á sig, maður lærir náttúrulega, þú ert að læra að borða aftur, sko, þó að það sé mjög erfitt. Það er mjög erfitt að kenna á gömlum hund að sitja, sko. Ég er oft borða allt og hratt, það er eiginlega vandamálið mitt, sko. Já. Frekar en magnið, það er aðalega bara hraðinn, sko. Ég hef alltaf verið þannig, bara skófla í sig, sko. Já. Það finnst mér erfiðast að ná því. Já. Stundum bara að leggja hérna, þá bara, þetta matið þarf bara að leggast niður, sko. Sko, er eitthvað svona, fólk talar oft það eftir svona aðgerð að eitthvað sem að það gat ekki borðað áður, að það bara elski það núna, eða öfugt, eitthvað sem þið fannst rosalega gott þegar bara eiginlega getur ekki núna og það þarf ekki endilega að vera og þolir ekki eitthvað, heldur bara breyttist eitthvað svona bragðskyn. Nei, ég á erfitt með sterkan mat, sko, það er eiginlega, þannig aðeins að koma tilbaka núna, en nei, ég er mikil matmaður, sko, mikil sælgeri og elska elda og baka og allt þetta, þannig að ég bara, já, það breytist ekkert, sko. Nei. Þannig að maður þarf bara að geta borðað mín að því. Já. Nákvæmlega, þannig erum við að tala febrúar þegar þú fyrir þinni aðgerð, þannig að það er kannski ekki alveg, þú þekkir að jafna það ávisturinn við sumarið, grillveislur og svona, það hefur kannski verið svona, Það var erfitt. Já. Þú sagði mér með henni áður en við byrjuðum að taka upp, að þú hafir talið að þú verið matarfíkill, en hvað svo að því að svo væri ekki, hvenær kemst maður að því að maður sé ekki matarfíkill? Það er þú kynnist manneskju með matarfík. Já. Það er alveg þannig. Ég kynnist einni sem ég var að vinna með, einni mannsku. Og hún var matarfíkill.
Svo manneskja var náttúrulega, já, og þannig. Og þá sá ég það bara, ég held að ég bara matafík, ég get ekki hætt þessu. Þá kemst maður að því, það er grafalvarlegt, sko. Já. Það er grafalvarlegt, vá. Og þá sá ég það bara, nei, Cornelius, þú ert bara sælkið og þetta er bara græðgi, sko. Já. Sem maður var náttúrulega bara, þetta bara borðaði mikið og hreyði mig á lítið, sko. Það var náttúrulega minn helsti galli, sko, við þetta. Já, matafík, það er eitthvað sem ég blessunarlega ekki þurfti að díla við. Nei. Svona alvöru matafík, sko. Nei, þannig að þú er ekki verið vinna með þetta, sko, að það er búið að ganga svo vel, ég á skilið þetta núna. Nei. Eða hitt, sko, bara það er allt svo hræðilegt, nú má ég fá þetta. Nei, það frekar bara, ef það var til það átíða, sko. Já. Ég var miklu meira þannig, ég var ekkert að fara út í búð bara, það var ekki til súkkulaði, sko. Ég var ekki þannig, sko. Ég gæti bara, ok, það var bara ekki til. Nei, nákvæmlega. En ef það var til, þá var náttúrulega... Já, algjörlega. Það er sama sko, mér finnst þegar ég er út í búð að versla, mér finnst ekkert mál að labba fram hjá öllu sem er óhollt og sleppa því að kaupa það. Minnsta máli í heimi. Ég get alveg sleppt því að kaupa þetta, en einmitt þegar það er til heima hjá manni, þá svona, þetta þú veist, þannig ég næja sniðgang þetta betur ef þetta er ekki til. Já, það er bara svoleið, sko. Þannig að það er mjög hjálpin. Mæli bara með því ef að fólk vill ekki vera borða eitthvað ákveðið. Akkur að það fara að kaupa það ekki. Já. Það er bara málið. Nákvæmlega. Það er stundum erfitt líka. Já. Ég sko, veitum, og ég mynd fyrir að segja sko alvöru matafíkn með að við, hvað er ekki alvöru matafíkn? Ég veit líka sem að, einmitt, sagt mér það, hann er matarfíkill. Og hann ætlaði einhvern tímann að taka sér rosalega mikið á og hætta bara, það var eitthvað ákveðið sem að bara verða að hætta þessu og þú átti hann eitthvað svona til, bara nei, ég er hættur þessu. Hann fór í göngutúr í einhverja 20 mínútur og bara kvöld fór í göngutúr með þetta sem hann ætlaði ekki að borða og finnur ruslatunnu sem hann hendur í síð 20 mínútur ferðalega frá heimilinu kvöld. Morguninn eftir, hann fór í göngutúrinn eftir að soppið þetta. Já. Það er kannski svona, það er alvöru. Já, það er alvöru, sko. Þetta var heiltöku fólk, algjörlega heilt. Þetta er bara í rauninni eins og alkohólismi. Ég þekki það sem betur ekki, persónulega. En ég get að ímynda mér það. Það er örugglega verra að vera matafíkli, þú náttúrulega getur sleppt áfenginu, þú verður að borða. Já, það er það sem við erum rætt við meðmyndir í þessum hætti oft að, sko, það er enginn sem getur komist lífandi frá því að sleppa því að vera að borða. Þú veist, að verður að setja eitthvað óniði til þess að lifa af. Þú verður ekki að drekka áfengi til þess að lifa af. Þú veist, þó bara, ég dæmi ekki þá eitthvað öðru sem aðra, en þú deyrðir ekki á því að sleppa áfengi, en þú eiginlega svolítið deyrð á því að borða ekki. Já, það er nú. Og þú segir það enginn eftirsjá og það er bara átt að fara fyrir. Já, í rauninni, sko. Kannski ekki, kannski bara örugglega fljótlega eftir þannig kristnesi, sko. Já. Ég er ekki fullur eftirsjár en eitt svoleið, sko. Nei. Alls ekki. Nei. Það er bara kannski hefði maður vitað betur einhver sem losnaði við. Ekki þróa með sér þessa fylgifiska offitu, sko. Já, einmitt. En núna, þú núna grennast í dag og lítur mjög vel út og allt það. Þannig er samt, sko, því að það er ákveðnar svona, hvað ekki það, skemmdir og líka með stóðkerfis vandamál. Líka, sko, þungur líka með getur skemmt bara stóðkerfið og þó það lagast ekkert endilega þó maður lettist. Er þetta ennþá að glíma við eitthvað sem var? Nei, kannski háan blóðþrýsting, það er eina, sko. En læknirinn mér sagði mitt að það getur tekið lengri tíma að ná niður, sko. Og það er einu lyfin sem ég var bara með lóa fylla lyfjum, sko, áður en ég fór í aðgerðina, sko. Það er bara svoleiðis. Nú er ég bara með eina töflu lyfjum, svo náttúrulega með bara vítamínu og það sem maður þarf að bæta við. Þetta er svona sem fylgir þegar að fara í svona aðgerð. Og það er bara fínt. Það er þetta töflunar með járni, það fara illa í mig. Járntöflunar, það er ekki gott. Ég er samt ekki með járnskort, sko, sem betur fyrir. Ég á með svo mikið járn áður en ég fyrir aðgerðina, þannig að ég núna rétt næja, þannig að ég er mjög heppinn með það. Jafna þessu kannski út bara? Já, ég er mjög heppinn með það. Já. Hvernig er samt svona
ef þú segir töflun að fara illa í það kannski bara því þú varst að taka þær og þurfti það ekki? Ég hef heyrt fólk segja já, fer illa í fólk, sko. Ég segi bara, svo kona mín, það fer illa í hana líka, sko. Þetta þá bara þetta komið niður strax, sko, það bara þannig. Sko það sem hefur svona svolítið rauður þráðurinn hérna öll vitar sem ég hef tekið, það tala allir það að eftirfylgnin, þá meina ég svona eftirfylgnin út af aðgerðinni sjálfri, ekki fylgifiskunum, mætti vera betri. Þetta sammála því? Já, sko, ég náttúrulega bara búinn að vera hjá mínum innkirtla sérfræðingi og hann tekur þetta allt saman. Ég fer til hans 4 mánaða fresti, sko. Og hann náttúrulega veit á þessi aðgerð. Hann hvatti mig til þess og allt, það er alltaf tekið blóðsykur og það er allt tekið, sko, hjá mér á 4 mánaða fresti, en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég gerir sjálfur, sko. Þetta er ekkert, og þetta er náttúrulega eins og ef þú ferð gegnum svona enga klíník eða enga stofu, þá er náttúrulega engin eftirfylgni, sko. Nei, nákvæmlega. Þú fær náttúrulega, sko, upplýsingar, þeir senda þér svona matseðla og næringartöflur og eitthvað, alls ekki svona, það er fullt af fræðslu, upplýsingum, en þú ert alveg að gera þetta sjálfur, sko. Algjörlega. Og þetta getur haft samband við fólk, og ég fór í 2-3 viðtöl eitthvað svona eftir og mælingar og eitthvað, en svo er það bara búið. Og bara takk fyrir. En það er samt klíníkin væntanlega að segja hvetur fólk til að fara svona í blóðprufur. Já. Og ég geri það, sko. Ég geri það hjá mínum lækni, sko. Það er nefnilega mitt, sko, maður verður að muna að það var bara sama á Reykjavík, þetta er rauninni bara eins staðar, sko. Og ég er ekki að dissa til Reykjavík, frábær staður, þannig það er ekki svo Reykjavík stjórnum því hvort það er eftirfylgni eða ekki, það voru pottið til að vera með það ef að fengi fjármagn til þess. Sko maður þarf að muna að ég er að fatta bara núna með þetta að tala við það er örugglega núna komin 2 ár síðan ég fór síðast í blóðprufu og það er enginn sem að pikka þetta er bara svo að sagt viðmælandi sagði mér í síðasta þætti að það er ekki sem hringi í því að komdu með bílinn í skoðun varst bara að fara þetta er algjörlega, maður þarf að gera þetta sjálfur og þetta getur það verið en það er bara, eins og mér, ég heppi með það ég bara er fast 4 mánaða fresti, sko. Þannig að það er mjög gott. En svo fór ég, því ég gaf nú alltaf blóð áður fyrir, áður en ég veiktist, áður en ég fekk sko sykursýkina. Og fór svo niður í blóðbanka bara daginn, átti bara leið framhjá og best að kíkja. Og þá fór ég svona í bara mælingu, ekkert að gefa blóð strax. Og það er líka gott, þá sá hann bara allt saman, og það kostar ekki neitt, sko. Þannig að þú getur bara farið, ef leiðin á glerautók, bara kíkja inn í þetta, korter, sko. Hún svo fékkst allar niðurstöður og ekki vandamáli. Þar kom við fram hjá mér eitthvað, ekki járnskortur, járn var fínt, það var blóðfrumumagnið. Aðeins og lítið, rauðu blóðfrumurnar. Til þess að geta þá vildi hún taka járn, sko, til þess að auka það aftur og nú er ég bara að tjekka á því. Ég keypti eitthvað svona járnspray, það er svona aðeins skárra heldur en töflurnar. En tjekka á því, þannig er í blóðbanka. Það er svona niður næstu eins og þetta sé eitthvað svona svindl, maður eitthvað fólk sem fer sko í gleraunaverslanir, það er frí sjónmæling, geggjaði ekki að fá það, vera sem netið og panta sér. En það væntanlega þannig með þetta bara útlátum vita hvort að meir gefa blóðið ekki og ferða bara þessar upplýsingar líka. Þetta er ekki bara já eða nei. Nei. En við bara hvetjum alltaf til þess að gefa blóðið ef að fólk getur það. Algjörlega, mér langaði að gera það, sko. Þannig að það var bara hringt í mig og sagt mér það, það er allt gott nema þessi blóðmagnið, blóðfrumumagnið þá. Og þá, má ég ekkert gefa blóð fyrir að það er komið á hreint, sko. Með það, þannig að það verður bara, ég sé til, ég ætla átt að fara í svona járnspray meðferð við því aðtökurt að það komi eitthvað upp. Þetta er ekki, sko, ég er alveg bara í lágmarki til að gefa, sko, þetta er ekkert hættulegt, sko. Nei, nákvæmlega, þetta er bara, þú ert bara fínt, þú veist. Það er alveg fínt hjá mér, en ef ég ætla að gefa blóð þá þarf ég að vera hærri, sko. Já, nákvæmlega. En svona, hvernig er bara lífið í dag? Hvernig lífið er? Lífið er bara dásamlegt. Það er bara komið vor og ég er að bíða eftir sumrinu og bíða eftir að snjóskaflarnir fari hérna. Eitthvað svona rangt við að þegar maður getur setið úti í sólbaði en samt í kringum snjóskafla.
Við erum vön því hér, sko. Já, jú. Að tala í áttum og við sólbaði í það snjór úti. Það er nefnilega þess að ég bara muni aldrei geta verið svona lappar að einhverju byggingu bara stendur framan á einhverju skilti, gengið inn vestan með inn í húsið. Ég bara lappar hringum og ég komist einhvers staðar inn. En hvernig svona, þú lært bara hér og ég meina býrð hérna á Akureyri og þannig að það er kannski ekki mikið að fólk sé að þess að ég fyrir mína aðgerð 2019 í apríl og flyt síðan hingað í ágúst 2019. Það er ennþá fyrir sunnan fullt af liði sem að hefur ekkert endilega hitt mig síðan þá. Þannig ég er ennþá svona, fólk bara, hvað þú búin að þennast og þannig að, þú veist, hvernig er svona viðbrögðin hjá fólki sem að... Já, það er, jú, þetta er náttúrulega viðbrögðin flest góð, sko. Það er að fara þannig. Það er náttúrulega bara gaman, þetta er náttúrulega gaman að vera grannur og grennri. Það er með ægilega bumbu, það var aðalega það sem var, sko. Það var ægilegu belgur, sko. Og hann er farin þannig að... Já, en það er bara svo, Reykjavíkur veit ég, þau leggja mikið með það að þetta er ekki alveg spurningum til að kílóafjöldan. Þetta er bara að líða betur en manni leið. Það er það sem er. Og losnaði við þess að, sko, ég var ekkert að ég þurfti ekkert að missa einhver ákveðin kíló, sko. Nei. Ég misti í rauninni bara 30 kíló. En að fara úr, 35, ég fór niður 95 kíló, úr 30, 90, 32 með þess að var ég á aðgerðadag. Það er bara, mér finnst það bara fínt, sko. Ég vildi ekki fara, ég vildi ekkert fara neðar, ég vildi ekki vera, sko, svona hóraður, sko. Ég bara þannig byggður, mér langaði það ekkert, sko. Nei, nákvæmlega, og líka ég reyndi frekar að halda í það. Já, algjörlega, líka svo þú segir sjálfur, sko, að þú varst með sykursýki og alls konar. Það var Þór. Það var númer 1 og 3. Já, nákvæmlega. Og geta bara farið að leika með krakkarnir mínu, sko. Hérna úti, sko, og svoleiðis hlaup á eftir þeim og þetta. Það var að hjóla, ég gat þetta alveg, en maður er bara búinn á því strax. Já. En já, þú ert allavega svona dæmi það að ferði í þetta bara gengur allt vel. Og er ekkert frá neinu að, ekkert svona neinu að kvarta eða... Nei, í rauninni ekki, sko. Það er bara... Það var ekkert auðvelt þessi eftir aðgerð og svoleiðis. Nei, og leið illa og allt það, en núna í dag er bara frábært, sko. Já, en finnst það alveg stundum nefnilega, fólk fer í þetta, kannski að svolítið á ringa á forsendum, að þetta er, þú veist bara, ég er að fara í aðgerð núna eftir 6 mánuði, það er allt ömurlegt í dag, en sko þegar þessi aðgerð er búin, það bara í aðgerðinu verða mjög vandamál fjarlægð. Ég kannast við það, ég hef heyrt þetta mjög oft, sko. Og það það hefur komið fram að konur verða fyrir meiri svona fordómu, þegar ég er búinn að hlusta þessu viðtölum við þig, sko. En svona öðruvísi að verða svona, við kallmenn sleppum meira með það. Og ég hef heyrt alveg á konum, sko, það er hugsað miklu meira um þetta. Að lífið bara mun turnast þegar og grannur og öll mér vandamál hverfa, sko, en það er bara ekkert þannig. Já, en ég held samt að þetta er ekki þeim að kenna að það hugsa meira um þetta, bara samfélagið er bara búið að ákveða svona í þetta vera. Algjörlega, og það er miklu auðvitað fyrir karlmann að vera óþyngd, sko. Já, bara... í samfélaginu, sko, það er bara, konur hafa miklu, það eru dæmdar öðruvísi, sko. Já. Ég hef alveg tekið til því og örugglega gert það sjálfur, sko, ómeðvitað. Já, það er bara skemmtilegt og það er hljóma nú. Ég hef sjálfur búinn að berjast við þetta, sko. En Konni, nú ert þú 3. karlmaðurinn sem heitir viðtalið hjá mér. Fannst þér eitthvað erfitt að hugsa að vilja segja þína sögu? Nei, alls ekki, sko. Er þetta kannski bara hluti af þessu með því að konur hafa verið mun duglegri við að hafa sambandi með að vilja segja sínu sögu sem er algjörlega frábært. En það er svona kampnum sé ekkert mikið að hafa samband og þeir sem gera það enda kannski oftast á því bara heyri bara í þér ef til að koma við hittar. Já, ég skil, við erum svolítið þannig, karlmenn. En það nei, mér finnst alveg áhugavert, en það er líka bara því að þetta gekk allt einhvern veginn hjá mér alltaf. Það var ekkert svona,
En mér fannst ég kannski ekki verið svo, já, ég þarf gaman að fólk myndi vita þessu eða eitthvað, sko. Nei, nákvæmlega. En það líka bara gott að fólk viti, það líka, það gengur vel. Já, nákvæmlega. Þetta er ekki bara einhverja, hræðilega sögur, sko. Nei, nákvæmlega. Það er kannski líka bara eins og með þessum þætti núna sem við erum að taka upp, að þá, það er fólk að vita. Það er alveg kallmenn sem fara í svona aðgerðir. Já. Og svona gengur þetta líka bara vel. Já. Þó að því miður gerir það ekki alltaf. Nei. Það er bara svoleiðis, það gengur ekki alltaf vel, sko. Konráð Logi Fossdal, kærar þakkir fyrir spjallið. Já, bara velkomið. Það held ég, þetta var sagan hans Konráðs Loga Fossdal og fyrst að hann er nú akureyringur og ég garðbæingur búandi hérna á Akureyri þá var fínt að geta bara kíkt til hans í heimsókn. Það er fyrsta viðtalið sem ég tek svona í eigin persónu, gaman að því. En ég minni enn og aftur á netfangið mitt gunsi@gunsi.is eða Instagramið gunsi.is ef þú vilt koma tíminu upplýsingum eða segja þína sögu hér í þættinum. En þá er þetta ekki lengra sinni í dag, við heyrumst aftur í næstu viku. Takk og bless.